Hámorgnar með Svala og Svavari. Svavar, ég veit að þú ert svona vodkamaður. Já. Eða svona þannig, skilur, þú vilt fá helst í vatn. Látt ekki svona. Skinny Bitch, veistu það heitir Skinny Bitch? Skinny Bitch. Já, sá kokteil heitir Skinny Bitch. Herðu, það er nokkra leiðir til þess að nota vodkana eins öðru í sig kannski heldur en gengur að gerast. Og meðal annars, þá getur notað hann sem fattar hinsi. Já, eða? Já, eða þú getur hinsa bletti og svona. Og þú getur notað hann til þess að stýra, sko, sérst, þú veist, sko, þegar flensan að skriða, þá getur hann haft áhrif á flensuna? Getur haft áhrif. Ég veit það. Annarkvæmt frestaðin eða losaði hana. Vodka allra meina bót fyrir þá sem höndla það. Sumir eru bara með ofnæmi fyrir víni, en það verður að hafa það. Herðu, Jesus. Hvað? Þeir segja að, sko, þú getur notað alkohól sem, sko, raka gefandi efni. Heldur mann í rökum? Nei. Ég er að segja það. Er þetta þá? Hann er svolítið rakur þessi. Hann er svolítið blöytur. En veistu það? Hann getur notað ekki tampín og hlera. Já, en vodki. Það er nokkið að festa sig í þessu. Jú, ég skal bara segja rímislegt vodka. Ó. Ég til dæmis að pasta og það er 5-faldur vodki í honum. Það meina það? Já, ég skal bjóða þér í það. Og það er kemur mjög svona fínlegt og gott bragð í pastarétti. 5-faldur bolli. Heila bolla? Já. Það er eins og þá að bjóða einhverjum óvirkum í mat. Já, þetta er náttúrulega skilur. Og þú þarft meira að setja sko lokið á pottin þannig að þetta gufi ekki allt upp. Þannig að það er bara svoleiðis. Þetta er góðan daginn. Hæ? Halló? Nú, hún var að hengja í svona einhverju rugli. Hún var kannski að fara að hengja í 180. Herðu, en allavega þá sem sagt, og svo líka að nú er lúsafaraldurinn allir að byrja. Þannig að mér finnst náttúrulega vodkin góður þar? Vodkin er nefnilega svolítið góður við lúsinni. Sé það? Lúsin og krúsin og lús. Við erum að tala að vodki, sko, ekki það, mér finnst að öll börn eiga að vera með buff í skólanum þessa dagana. Það er bara svoleiðis. Og þá bara leifa þeim að vera með buffin inni, þetta tekur bara einhver stund að klára þetta. En það er eina vinkona mín sem var í skóla út í Bretlandi og henni finnst nú lús ekki vera mikið mál. Það sem þetta er nú greinilega sko, landlægur anskotið þarna úti og enginn að pæla neitt í því. Nei. Og hún sagði, öll þessi lúsa sjampó og lúsa meðul og lúsa þetta virkar ekki neitt. Hún sagði það eina sem virkar á þetta er lavander og vodki. Lavander og vodki? Já, þannig að ef þú veist, krakkarnir mættu bara með spíralyktina í skólan, skilur, þá setur bara bómull, vodki og setur aftan eyrun á börnunum. Og lúsin er ekki mikið fyrir vodka þó við séum mikið fyrir vodka. Það er bara svolítið. Og hún er þá kannski bara á skallanum og timbruð og allt. Hún er á skallanum á skallanum. Þeir sé líka að bear-based shampoo sem er nú bjór. Já. Það sé alveg nú, þú harkuslu kona. Já. Í hjáverkum. Já, það sé sko virkilega gott að það fá ekki bara svona gljóandi áferð og far stútfullt alls konar næringu, prótein og system. Þeir segja það. Akkur hefum ég aldrei getað selt bjórsjampó. En sko, þetta er smá mixtur sko. Þú fyrst að sjóða bjórinn. Þú ætlar að búa til því degi sjampó. Já, þú ætlar að sjóða bjórinn, láta hann síðan kólna, svo ætlar að blanda hann saman við venjulegt sjampó og nota svo blönduna eins og þú myndir nota bara vel sjampó en láttu það samt ekki vera lengi í haustum aður. Þú getur fara að finna það geti hljóma eins og geti fara að líkta eins og sundarsmótni. Nei. Þetta er gott partí, jú, þetta er bara svona þetta er bara put on, wash off, skilur við. Já, frábært, það voru margir sem notuðu bjór í hárið og svona til að greiða sér eða pilsnir eða bjór. Já. Það var náttúrulega aðra bjórnafleður. Eitt sem ég langar að segja að lókum. Þú getur líka að nota alkohólið sem var heimaður og þetta er að drekka. Setta í svona póka, þú veist svona bara eins og byrti klaka og svona og fyllta að því og að því að þetta er náttúrulega frýs ekki alveg en það verður svona jellykent, svona alveg svo kælipókar. Þannig að þá er þetta bara frábært til þess að kæla á sér ökla og svona snúa í íþróttum og svo. Já, þú meina það. Já, finnst þetta ekki merkilegt? Jú, finnst þetta mjög merkilegt. Þarna, vissi að þetta er merkilegt. En að öðru, alveg allt öðru. Það er ótrúlega hlutur, ég veit að Íslendingar þekkja þetta mjög vel. Þeir kíkja gjarnan inn á bland. Já. Þar er að finna allan fjandann. Já, það er nefnilega heila máli og það er nefnilega svolítið fyndið. Ég var aðeins að skoða þetta í gær.
og bland náttúrulega alveg dásamlega síða og þú veist, það eins og ég segi, þú getur bara nánast stimplaðinn fílsungi og það eitthvað sem er með henni bílskoðun hjá sér. En ég get nú sagt þér hérna eina frétt sem hefur verið að auglýsa. Með þennan líka fína Volvo til sölu sem getur hentað undir, eitt og annað til dæmis til að flytja eða geyma torfærugrind undir markað sem húsbíl eða kvikmyndagerð. Við erum að tala þetta Strætó. Þú getur keypt Strætó B10 á 1390.000 krónur. Var einu sinni leið 12? Var einu sinni, nei, 66. Nó, hvað? Já, 66. Herðu, þetta sem húsbíl eða kvikmyndagerð til og með miðjumótor og frekar slétt gólf. Svo það bara að opna hana aftan og þá er komið bílaflutningabíl. Bíllinn nokkuð snirtilegur og 12 metra langur og 2,50 breytt. Skráðir sem húsbíl og tryggingar á ásgrundvelli eru cirka 40.000 krónur. Hann með endurskoðun út á spindlað framan og framdekk. Hvað spindill? Legustrast-system sem heldur öllu gangandi hann frá. Já, eitt af því. Já, verð 1390.000 eða skiptu á einhverju sniðugu. Fer ódýrar staðgreitt. Ég er hérna með sniðugt fyrir hann í skiptum. Það er eitt sem segir á Facebooku síðan okkar sem að spurðu því hvað er eitt af skemmtilegasta sem hún setur sölu á bland.is og Kristín segir hérna opnar krukkur með andlitskremi og hálffullir sjampóbrúsar. Þú ekki bóðið það í skiptum upp í Strætóin. Mér finnst þetta svo fyndið. Hjalti segi hérna líka hann syngti hann hotbar í stofuna, hann var reynda þrælsniðut. Hotbar? Já. Þú ætlar ég til að eiga bar heima? Æ, látt ekki svona. Jú, bara svona einn nettan. Er þetta nú þetta grínast? Nei. Ekki það ég sé eitthvað alltaf á barnum. Ég ætla að segja, þarf maður ekki að drekka almennilega til þess að eiga bar. Það má vera, þetta er bara stemningin. Þú getur fengið vasklasar ef þú vilt. Já, akkurat. Svona taka kortir í 3 ára, þá er það aðeins framlár. Já, en talandi það, ég meina, þegar þú kemur heima af djamminu, þú veist, ferð þú að elda? Ég verð alltaf svolítið svangur þegar ég kem heim. Já, ég fatt ykkur ég kem heim og inn í rúm, sko. Ég þarf alltaf að borða eða stoppa eitthvað staðar. Alltaf, svo alltaf, það er að taka hlölla leginn heim. Þetta kjöt sem alltaf að taka með. Helst, já, menn hlölli er náttúrulega það lækningamáttur í hlölla. Lækningamáttur? Það er bara svoleiðis. Hlölli hann er bara þannig. Hvernig þá helst lækningamáttur? Bara svona hausverkja eitthvað? Já, daginn eftir. Man er alltaf ferskari. Já, en sko ef ég fer mjög sattur að sofa, þá vakna ég alveg glórhungraður. Já, ég reyndi að gera það líka. Að því að þú sagðir eldaröður að kemur heim, það er einn sem það er hérna ekkert ein, það er margir sem á að tala um það þegar menn koma heim, oftar en ekki kallmenninir. Að þá er alltaf sko steikja egg og bacon. Já, komið mjög hungraðir heim og það er alltaf eldað eins og sé engin heima. Þetta er líka suppulegasta matagerðin, það er að steikja egg og bacon. Já, svo allt fitu og ógíslega lykt og eitthvað svona endjúðlega gott þegar þú sest niður með borðið og tekur til máls. Ég er yfirleitt svo hryllilega lemstraður, ég myndi ekki treysta mér í að fara að elda. Og gleyma ykkur í gangi og eitthvað svona. Nei, það er bara ekki hægt. Við þurfum sko, ef þú ert fastur í bílnum 5, 7, 11, 11, hvað eldar þú kemur heim? Sko, þá meinum við í annarlegu ástandi, sko. Af því ég held að það sé mjög misjant það sem menn hafa tekið upp á. Það er eflaust viðst að ég er alveg pottþéttur að menn hafa búið til heyru og hárfu gourmet máltíðina, sko. Þú veist, við þurfum að spyrja Hillemt út í þetta. Góðan daginn. Góðan daginn. Hvað eldar þú? Mér finnst rosalega gott að kveikja grillin og fá mig bara nautastek. Í alvöru? Nautastek? Svona miðja. Veistu það, ég væri til að fara heim með þér. bara, þú veist, ekki neitt eitthvað kjaftaði, bara kjöti sjálf. Bara fá prótein. Já. Þegar þú segir það. Alveg snilt. Þegar þú segir það. Mér var sagt að ef maður á að fá sér epli og vatn, þá verður maður ekki timbraður því að epli dregur í sig. Jú, en veistu, mér langar aldrei í epli, sjáðu til. Nei, það langar mig ekki heldur. Nei. Fáum okkur steik. Fáum okkur bara steik. Nei, ég meina þú losnaði alla fíluna, nautastek, þetta er úti, grillar úti. Nákvæmlega. Það er þetta fyrir gasið. Þarna komst það með, nú veit ég hvernig ég ætla að grilla hérna, það er að segja baconið næst, það verður úti. Nákvæmlega. Takk. Góðan daginn. Góðan daginn. Hvað ert þú að barðhúsar og kemur heim seint á nætunar? Þetta bara eitthvað svona. Já, það ekki. Jú, yfirleitt gerir ég svona goggasamlóku.
Hvað gerur hvað? Goggasamloku kallaði ég það. Goggasamloku? Já, þá smýr maður brauðið á utan með smjöri og setur 2 rostnegar inni og steikir í George Foreman grillinu. Nei. Lean mean fat machine. Ég byrja átti George Foreman ekki að vera heilsu eitthvað? Það er notað ímislegt. Þú ert búin að eyðileggja það. Mamma kom þetta er eina sem við notum þetta grillín líku við, sko. Mamma kom einu sinni heim, sagði ég var að kaupa svo rosalega sniðut, ég var að kaupa með svona George Michael grill og ég sagði, hvað segirðu? Geftir þið George Michael grill? Rosalega sniðut. Alltaf frá meðilega George Michael grillið. Já, takk. Svo er það náttúrulega rónasteikin. Hvað það? Það er sem sett í rauninni, þá setur þau utan brauð, egg og eins og hann sagði hann Jóngnar eitthvað tímann og svona fyrir efna meiri fjölskyldur getur þau sett smá rjóma í eggin og þá steikir þau brauðið með eggi, svona eggjabrauð. Það er vist mjög gott líka. Sérstaklega að þú ert með baconbita út á pönnunni, búin að klippa baconinu niður og það eru crunchy, setur svo eggið og brauðið. Vistu þau, bara kæri hlustundir, nú þurfum við að fara að koma með svona matrisli hot svala, bara Marta Stewart og Svali. Hvað, ert alltaf að það? Þú ert búin að gefa mér sko þarna pasta uppskrift og þú ert búin að baka þér í gær, nú svo bacon. Já, þetta er svona skundir. En ef þú ert ekki góð þá býð þér í George Michael grillið mitt, þú kemur næst heim. Þakka þér, ég ætlum að kíkja fréttir. Já, hér sé ég frá því að flóttamaður frá Nígeríu sem dvalið hefur hér á landi í 8 mánuði var ekki sendur á landi í morgun líkt og til stóð. Þetta kom fram í fréttum á RÚV í morgun. Haftar eftir lögfræðingi mannsins Katrínu Oddsdóttur að innanríkisráðuneytið hafi gripið inn í gærkvöldi og komið veg fyrir að manninum yrði vísað á landi. Ekki náðst í Katrínu vegna málsins í morgun. Það hefur ekki viljað tala þetta, blessunin. Herðu, agalega fréttir hér en Yggdrasil heildsala hefur tilkynnt Matvælastofnun og Matvælaeftirliti Heilbrigðiseftirlits Hafnarfjarðar og Kópavogssvæðis innköllun á 3 korna graut frá vörumörkinu Holl þar sem mældist aukið magn myglusvepps. Það er segja umfram eðlilegt sem fyrirgeðu. Er það fullkomlega eðlilegt að það mælist myglusveppssystem í mat? Ha? Það kom fram að það veri hefði mælst aukið magn myglusvepps og TA. Það er umfram það sem eðlilegt er í maturum. Rétt að taka fram að innræftilegt Holgerði sambarlega rannsókn á vörum úr sömu lótu en fekk ekki þessa niðurstöðu. Til að geta fylsta öryggis verður þessi vara tekin úr hillum verslana og fargað. En ef einhver kann að eiga þessa vöru heima á sér, þeir eru venjulega spurnum að skila vörunni þeirri verslu sem hún keypt og fá hana bætta eða farga henni. Og gera það í snarasta. Aðeins að en öðru máli en málflutningur í máli eftirlitsstofnunar EFTA gegn Íslenska ríkinu fer fram hér í Luxemburg í dag en talsverður hópur Íslendingar komin þangað með 8 manna lögfræðiteymi frá Íslandi í broti fylkingar. Kristján Andri Stefánsson sendaherraferð fyrir íslenska hópnum. Sömuleiðis eru hér staddir fulltrúar In Defense hópsins sem meðal annars hafa átt fund með þýskum blaðamönnum en talsverður áhugir á málinu meðal evrópskra fjölmiðla. Það er að leiða þetta mál til lykta. Aðöðru ætlum að kíkja aðeins á fréttur úr boltanum en Arsene Wenger, knattspyrnustjóri Arsenal, byrjar í kvöld að taka út 3 leikja bann í meistaradeild Evrópu þegar liðið hann sækir fransku meistarana Montpellier heim en bannið fekk hann eftir að enska liðið var slegið út af AC Milan í 16. úrslitum keppninnar síðasta vetur. Hann sendi þá dómurinn tónin leikslok og fekk þar með K-morgnar með Svala og Svavari.